Hagnýt atferlisgreining fæst við hegðun í víðasta skilningi þess orðs, þar á meðal mál, hugsun, tilfinningar og leitast við að greina áhrifþætti á hegðun og nám og færa þá til hins betra. Og atferlisgreining fæst við aðferðir sem að byggja á námslögmálum og áratugarrannsóknum. Þannig að oft gagnreyndar eða sannreyndar aðferðir að ræða, en engu að síður er lögð áhersla á að meta alltaf áhrifin af þeim aðferðum sem maður er að nota til að ganga úr skuggum að þær sé örugglega að leiða til jákvæðra breytinga. Þannig að atferlisgreining felur í sér mjög vísindalega nálgun. Nýja námið er mjög spennandi af því að það verður með mjög hagnýtum áherslum þar sem við erum að kenna aðferðir til að mæta fjölbreyttum þörfum einstaklinga. Til dæmis vegna hegðunarvanda, námsvanda, þroskafrávika, einhverfu og svo framvegis. Við erum að kenna einstaklingsmiðar aðferðir sem hægt að sníða hverjum og einum. Einnig felur námið í sér mikla starfsþjálfun, þar sem að fólki gefst kostur á að æfa aðferðirnar undir handleiðslu sérfræðinga á vettvangi. Og þetta á bæði við diplómanámið og meistaranámið. Þekking á atferlisgreiningu nýtist í rauninni alls staðar þar sem unnið er með fólki, alveg frá fæðingu til 11 áranna. Og starfskraftar sem að hafa þekkingu á atferlisgreiningu eru mjög eftirsóttir út allan heim. Það er mjög gefandi að vinna með atferlisgreiningu. Nú hef ég 25 ára reynslu á því og ég verð bara ekki leið á því að sjá árangurinn af þessum vinnubrögðum. Í 25 ár hef ég núna veitt ráðgjöf og kennt þessar aðferðir og bara heillast af því hvað þetta er lausnamiðuð nálgun og hvað er gefandi að sjá framfarir hjá þeim sem eru að vinna með, hvort sem eru börn með hegðunarvanda eða námsvanda eða annars konar vanda. Nýja námið, það felur í sér bæði diplómanám sem er einsásnám með mjög hagnýtum áherslum og starfsþjálfun sem er alveg tilvalið fyrir til dæmis starfandi kennara sem er í námsleyfi eða vilja breyta til og síðan er hægt að bæta við sig og klára heilt meistaranám. Við líka búið upp á 2 ára meistaranám þar sem er einnig mikil áhersla á starfsþjálfun þar sem að fólk fær tækifæri til að beita aðferðunum undir handleiðslu sérfræðinga á vettvangi.